Ok, okkar svona predictions fyrir Casa Amor. Casa Amor. Fyrir, ok, Casa Tyler, ég held að bæði komi með eitthvað nýjan. Já, það geta alveg verið. Þau eru svo early on. Liam og Millie, ég held að bæði verði loyal. Ég held það líka. Ég held að þetta verði bara svona Molly May, Tommy moment, sko. Já, Jake og Liberty. Ég held að Jake er fyrir Snake. Við höldum alltaf að Lip verður 100% honest. Hann mun reyna við vinkonum mínu Mary, sko. Hvað er það? Já, ég vona innlega hjá hann þegar við með Jake, sko. Svo er það Faye og... heyrðu? Faye og Teddy. Held, sko, ég trú alveg á þau. Já. En að því ég veit ekkert Teddy, þá veit ég ekki hvernig hann mun haga sig þegar það koma fleiri. Þannig að hann hefur aldrei sýnt neitt áhuga á neinum öðrum nýjum gælum, sko. Nei. En hvað veit maður? Ég vona einlega að hann verði loyal. Ég held að Faye verði loyal. Já, 100%. Ég held að hann alveg fíli Teddy það mikið, sko. Já. En ég vona einlega að Teddy verði loyal líka. Ég vona líka. Hugo og Chloe. Hugo og Chloe. Ég muni auto-finna sér eitthvað. Bæði. Heldur það? Já. Það er allan að Chloe. En já, Hugo veit að hann er friendzone, skilur. Já. Hugo og Chloe munu bæði finna eitthvað. Það er rétt. Toby og Abigail. Bæði. Já. Allavega 100% Abby. Good morning, guys. How are you? Welcome to the villa. Yeah, good to see you again. We missed you. We really did. Þetta búið að vera eventful vika. Eða hvað var þetta 2 vikur? Nei, þetta er bara vika. Já. Kannski 1,5. Já. Það er Casa og The Return. Já, byrju, hvernig var Casa Amor bara 3 þættir? Akkur leið mér alltaf þess að væri miklu meir. Mér líka. En ég var samt bara allan tíma bara, neina að fara heim, neina að fara heim, Go home. Ekki meir. Nei, ég var alveg, já. Það er hrikalegt. Þannig að ég var bara ánægð að þetta var stutt en ég held að þetta var lengra. Ég held það líka, við erum bara eitthvað í ruglinu. Við erum búin að bulla allt. Það mætti, ef það myndi vera lengra, þá myndi þau bara gifta sig, sko. Það er rétt, eignast börn eða eitthvað. Án gríns, sko. Það væri bara ekki í lagi, sko. Nei, það var eiginlega of langir 3 dagar, sko. Já, þetta var náttúrulega vika fyrir þau í rauntíma. Já. Cirka bara, já. Er það? Já. Það var ekki 3 dagar, sko. Af því að það voru alltaf klift, skilur, við sjáum alltaf kannski 1 þátt sem er kannski 1 dagur. Nei. 1 eða 2. Nei. Jú, og fórst með sofavöknu við sáum næsta. Já, þá sjáum við alltaf svona 1,5 dag. Já, ok, 1,5, já. Þá voru þetta alveg svona 6 dagar. Nei. Þetta voru 3 þættir. Nei, ég make it sense. Já. Þannig ég held að þetta sé eitthvað þú veist, þetta er meir en 3 dagar í rauntíma allavega. Þetta er allavega 5, sko. It's a couple of days. En þegar það er alltaf að segja, you know, no, for 2 days. Já, það er bara að meina það, skilur meina svona hvort hún þekkjana stuð. Get ég googlað þetta? Að þetta er ekki vika, ég sverða það. Ok, googlum. 3 to 4 days, actually. What? Ég skil ekki. Ok. Vá, þá finnst mér allt sem gerði miklu verða. Ég veit það. Án gríns. Ok. This changes my exception. Það er kannski ekki haldið í þér bara í smá. Síðast sem við töluðum þá var Aaron og Lucinda en þá í leiknum. Lucinda. Þau var farin heim með pö. Ég sakna það. Já. Hún fór að date með Brad daginn. Hættu? Er hún hætt með Aaron? Nei. Svo næsta dag var hún með, eða svona nokkur þegar setna var hún með Aaron líka. Er það follow á Insta eða? Já, núna. Ok, ég er ekki að það, ég þarf að gera það. En ég sá þetta bara að það var eitthvað svona grein, bresk grein, bara eitthvað Brad and Lucinda. Þau eru bara eitthvað að spjalla. Örugglega. Ég er ekki að segja þessu, ég er eitthvað annað, ég er bara að láta ykkur vita. Þau fóru á date. En við söknum þeirra. Ég sakna hennar, mér er alls saman. Já, ég sakna hennar. She be honest. Ég sakna really. Really? Það er enginn til að gera grín á núna, ef þú er svona herma eftir. Ekki almennilega. Nei. En við sögðum Jake og Lip. Þá sögðum við að Jake yrði Snake, eða þú sagði það. He still is. Og við sögðum að Lip væri loyal. Þau voru bæði loyal. Jake isn't Snake.
I don't like him. Jake var sem Snake á annan hátt. Sáu þið hvað hann var að peppa strákana mikið? Í allt. Motherfucker, sko. Og það er sko bara allir, eða þú veist, Twitter samfélagið, að þeir sem horfa á Love Island og tweetum það í Bretlandi, voru öll að segja að það væri svo ógeðslega obvious hvað hann væri að reyna að vinna peninginn. Já. Þegar hann hefði verið að gera þetta allt, sko. Já, það, þú veist... Hann var bara að reyna að lífa sig í gegnum þá, á þess að tapa. Já. Þetta kom þannig út, sko. En Twitter samfélagið var að mynda að segja það bara eitthvað, þú veist, bara ok, bara Jake is playing for the money. Hann sé skemma fyrir öllum öðrum nema sjálfur sér til þess að vinna. Ángríns. Líka, þetta er bara svona gæi sem þú vilt ekki að kærastinn sé vinnur. Greinilega ekki. Greinilega ekki. Hann var ekki einu sinni við Leon bara eitthvað, hei, hugsaðu, hvað með Millie? Hvað með Millie, já. Nei, hann bara, þú verður bara, þú verður að testa. You only live once. Já, og hann sagði, þú verður að testa og hérna, sjá. Give her your 100%, eitthvað, bla bla. Motherfucker, sko. Litli minn, sko. Litli Jake Snake. Jake Snake. Hann var hann lojal á hann, eða þú veist, inn á tvöld, skilur. Svo sögðum við með Teddy og Faye. Þá sögðum við verum óvissar Teddy, en Faye verður 100% lojal. Og svo var það bara öfugt? Já, svo var það bara ekkert öfugt. En það var þessi helst postcardi. Ok, já, sko, við erum að fara að sé þetta postcardi eftir. Hvað er frétta? Þetta var bara producers að skemma fyrir Teddy. Já, og bara öllum, basically. Já, en sérstaklega Teddy, þegar hann var, þú veist, jú, hann kyssti hana í þessum leik þarna. En þau vissi ekki að þau fóru ekki inn í leiki outside of a challenge, en þessi leikur var outside of a challenge, þetta er líka ógeðslega leikur. Þetta var ógeðslega, þetta var líka svona, eru þið 15? Einmitt. Já, Liam, elsku besti. Hvað varst að hugsa? Líka, þú veist... Ég elsku sem að tala um þig. Já, hvað? Já, Liam, hvað fucking að þér? Nei, alveg, ég er ekki ennþá komin yfir þetta. Nei, ég er svo hart brókana því að come on. Þetta var náttúrulega bara harðast sem ég hefði frekar viljað sjá það taka hana yfir. Þannig að þetta væri þessi virði. Þetta væri þetta væri þessi virði og væri bara búið. Og kemur hann einn tilbaka, ég var bara... Ég var sjokki. Where is she? Ég var í sjokki, ég var bara... Þú ert að grínast. Og ég var bara, oh my god, hann kemur tilbaka, enginn mun segja Millie neitt og þetta verður hræðilegt og hún verður bara gett ánægð og little did we know. Það Lily, það er labbaðinn harðasta sem ég séð. Gríns. Og nú bara, ég bara held ég verður að koma inn. 90%. Já, 90%. Já, bara 90%, þannig ég er bara mjög sjokkur að standa hérna. Og Millie er bara, hver er þetta, skilur þú bara, hvernig er hann að tala um? Allir að hugsa, er hann að tala um kærasta, minn partner, er að tala um minn partner. Svo bara Laura veit mér bara, who did you have a connection with? Liam. Þetta var hrikalegt. Því að ég hefði viljað sjá Lily með einhverjum öðrum, skilur, veist hún flott og sæt og eitthvað. Og hann bara hlæjandi. Hvað var það? Hann bara, eitthvað, I'll explain later. Hann var samt bara eitthvað svona, hann bara sjokk. Já, hann leið bara illa, því hann var bara, ok, hún er að ígja þetta, skilur. Af því hann vil meina að hún sé að ígja þetta allt. Við sáum þetta, hún var ekki ígja neitt. Nei. Hún var alveg honest, sko. Já. Og svo næsta dag þegar hún færi að spjalla við hana. Djöfull var það gott. Þetta var svo vont samt. Þetta er gott production í ár, sko. Já. Af því þau þurftu bara að grípa inn í. Já. Eina sem er pirrandi fyrst mér núna er að þú veist, það er engin dates eða gett lítið á challenge og engin leikir. Já, mjög lítið, sko. Já, lítið að frétta. Já, það er rétt. En ég var ánum með þetta. Að gefa Lily tækifæri að tala við Millie. Já, samanlega. Hún líka bara, she was spitting fire, hún var ekki... Nei. Hún var ekkert að fela neitt, hún var bara, já nei, hann var bara strúka með lærið þarna og hún var bara, þú veist, af því að það er örugglega erfitt að segja þetta í andlitið á henni, sko. Og hún sagði samt bara eitthvað svona, veist, ég ætla bara að vera 100% honest og Millie á það bara skilið. Já. En núna er hún ákveðnum svona crossroads að fyrirgefa þetta. Já. Hvað finnst þér það? Mér finnst það, ég svara. Já, bara allir svaraði mér. What do you think? Sko... Ég er báðum áttum. Ég er bara svona, mér langar svo mikið að byrja saman aftur. Ég shippaði svo hart, sko. Já, en mér líður samt svo illa við að langa það. Já, það er hvað gerði hann? En samt skilurðu... En heldurðu, ef þau komast út í viljunni, þau eru saman, bla bla bla, hún horfir ekkert hún á þetta. Heldurðu þetta sé fyrirgefilegt? Ég held að hún er svo sterk. Ég held að hún myndi ekki fíla að sjá þetta, sko.
Nei, en sem foreldrannar búin að sjá þetta. Systur hennar. Og svo koma foreldrarnir, það sé núna að Zoom eða eitthvað núna. Já, þetta er COVID. Já. Við erum Við erum ekki eitthvað quarantine til að mæta í eitt þátt. You never know. Já, maður veit ekki. Já. Já, ég myndi kannski alveg taka bara eitthvað hótela úti. Já. Bara að mæta í eitt þátt. Ég líka. Bara sískin okkar ekki hérna. En sástu ekki líka eins og söngunan? Mabel, já. Þau voru bara stein bara 5 feet apart. Já. Kannski var það. Já. En já, þetta var rosalegt með Liam, sko. Er þetta fyrirgefalegt? Á hann að byrja eftir með honum eða ekki? Þau voru náttúrulega ekki orðin official. Nei. En þau voru samt sami, skilja, en þau voru samt ekki orðin boyfriend, girlfriend. Mér finnst hann alveg vera sorry yfir þessu. Já, en heyrðirðu ekki þegar hann sagði við strákana? Heyrðirðu þetta? Hvað? Ok, hún er nýbúin að segja bara it's over, eitthvað, labbi burtu. Og hann sest niður með strákunum og hann segir Millie just told me it was over og segir eitthvað svona, þú veist, og þeir eitthvað svona, nei, þú veist, hún er bara in the moment núna, eitthvað svona, hann eitthvað, á ég að reyna áfram með Millie og ég býð eftir önnur stelpu að koma inn. Sagði það? Já. What the fuck? Hann sagði það. Það er sko allir að tala um það á Twitter. Hann var Og í ekki að meina eftirsönn. það. Nei, Ég vona ekki. ég veit ekki, ég er bara svona, að ég sippa þessum par líka en ég veit ekki hvort það, þú veist, ok, segjum að þau verði par og eitthvað, svo koma þau út af viljunni og hann ætlar einhvern veginn aftur að fara í strákaferð. Ég veit ekki, er þetta ekki bara svona of mikið Þau voru baggage? samt svo fresh, skilur þú veist, þau voru ekki búin að deklara samband sitt. Ef Jake og Lips já. voru ekki búin að, þú veist, deklara boyfriend, girlfriend, þá hefði þetta örugglega ekki farið svona eins og þetta fór, sko. Nei, líka því að Jake var alltaf að segja, ég er kærasti. Já. Já. Það er slippillinn hjá þeim. Já, kannski. Ég held það, sko, en Ég veit ekki. 100% röngu leið að fara bara í einhverju sleika við hana. Jú. Þetta var líka svo ógeðslega vondir sleikar, sko. Új, það er svo mikið tunga. Já, hún var líka bara svo mikið bara svona, this is my moment. Bara svona, I'll eat you. Hjálp. Þetta var hrikalegt. Já, þetta var svakalegt. Já, Hugo og Chloe. Við sögum bæði og við höfum rétt fyrir okkur. Já, þetta. Þeir eru bæði. En hérna, ég sá frétt, ég veit ekkert hvort þið satt í þessu ekki, að producers af Love Island væru orðnir þreyttir á Hugo. Ég vona að fari. Ég vona að fara líka. Sorry, ég er bara komin nóg á hann, sko. Eftir að hann hætti með screen time var þetta mjög skemmtilega. Sammála. Og hann, það sem sagt var sagt að í þessari frétt, ég veit ekkert hvort það standist eitthvað sem stendur á það, whatever. En þá stóð að það að ná honum að kissa Amy á myndavél hafi tekið allt og margar tilraunir. Basically verið það pínu scripted. Heitir hún Amy, eins og svo? Já, ég vona það. Ég man ekki hvað hann Ég man það ekki en ég held hún heiti Amy. Að þessi dökkara sem að hann er með coupled up með núna. Að þetta er sérst pínu svona, þú veist, producers voru víst búin að segja við hann samkvæmt þessari frétt að hann ætti, þú veist, að ná koss við hana og það teki eitthvað 5-6 tilraunir og svo hann verið bara ok, I got the job done. Eins og hann vildi það ekkert. Hvað er í gangi með hann? Ég veit það ekki. Er hann í réttum þætti? Nei, ég held ekki. Ég held ekki. Hann á ekki heima hana. Nei. Og hann bara leiði hann búin og bara, not Friendship Island eitthvað. Hún var líka gett pyrruð yfir þessu. Já, og líka bara, og svo er hann búin að geta kaldur við hana þegar komið tilbaka og þú veist, gauð, þú komið bara svaka heita píu. Akkur er ekki þakklútur. Já. Ég bara nenni hann ekki lengur, það var hann búin að fá sem sjens, sko. Já, mér finnst hann bara verið að taka upp space fyrir aðra sem eru virkilega að leita ást. Hann er ekki að leita ást. Nei, hann er bara að leita followers. Já, cloud. Fyrir þá sem hafa verið að spyrja, þá er vinur okkar ekki ennþá komin inn. Nei. Það er enginn af þessum kasagæjum. Það var enginn af kasagæjunum, við höfum látið ykkur vita. Já, við þess að það er stóri á þeir báðinu, sko. Já. Það er kannski smá spoiler, en þú veist. Nei, það er svona. Eða þú veist, fólk á að vera up to date. Já. Það er ekkert spoiler að segja mjög svona, þessi er komin inn í véluna eða eitthvað. True. En hann er úti. Hann er úti, já. Það er á að vera búið að taka síman af honum. Ég bara trúi ekki þessi ennþá frá fólk að koma inn. Nei, ég held þessu svona seint. Já. En núna verður að henda 4 af eiginni. Í kvöld. Ok, ég var spá fyrir því. Ef ykkur nær að horfa á þetta, horfa á þetta aldrei. Já, ef þið eru ekki búin að sjá nýjasta þátt, eru ekki
komin svo langt þá bara hætti ég hér. En við ætlum að tala um það sem gerðist í gær. Það var það að Public fekk að vóta fyrir sitt favorite couple og þau þrjú sem voru minnst favorite, eða bara minnst kosi fyrir, var Hugo og Amy, heldur hún heiti Amy. Það var Clarisse og Tyler. Já. Og Mary og Sam. Ég held þetta fari þannig að því að stelpurnar bjarga strákunum og strákunum bjarga stelpunum. Einni stelpu og einni strák. Tveim. Nei. Jú. Þau velja einn til að bjarga. Það tveir að fara, sko. Þetta Tveir er af hverju kyni, já. Oh my god, nei. Jú. Ertu viss? Já, ég viss. Oh my god, þá Þau er þetta... bjarga einum strák og einni stelpu. Þess vegna er ég að segja, þau eru bara að bjarga Mary og Tyler. Af því að Sam er ekki með connections. Hugo er búinn að fá sinn tíma. Já. Þú veist að þeir... Ég held að þetta væri tveir, þá held ég alltaf Hugo og Tyler út af Cass og Hugo að þenni vinni þeirra. Svo held ég alltaf Mary og Amy, svo að Hugo og Amy verða þetta saman. Oh my god, var hvað mér skildi? Það er fjórir að fara, sko. Þau eru alltaf börgað inni. True. Það er aldrei séð svona bara daybeds út allt, sko. Einmitt. Já, ég vona, sorry, en ég vona að Hugo og Amy fara. Af því þau eru hvort bara með hvort annað. Það er allir komin að nóga Hugo. Ég bara Hugo, ég bara komin að Amy mála vera, skilur, en ef að... Ég efast að þau myndi bjarga henni. Versus Mary, af því að Mary er skotrið Dale og Dale er hann inni. Já, og Clarisse náttúrulega vill fara, þannig að... Já, hún var bara að pakka þannig að hún var bara að fara nýruna þó hún sé mjög flott og skemmtileg, sko. Það er fínt fyrir hana, hún bara að pakka. Ég skil ekki, hún var örugglega að pakka og þau eru örugglega hefðið inni þegar það kom text. Já, bara þú ert alveg að fara heim bara þess. Hún bara í sleipur svona. Já, ekkert eðlilega fyndið. Vá hvað þau sagði sig maður. Ekkert eðlilega, sko. Hún er reiðust. Hún var bara, I don't want to talk to you. Já. I knew it, I fucking knew it. Bara, já. Og ég líka þarna þegar Abby valdi Dale í recoupling og Clarisse var eitthvað. Já, og Clarisse var eitthvað, segð bara, I had a connection with someone and someone took him. Líka Mary var líka, what the fuck am I going to do now? Ég hef aldrei heyrt neitt reakta svona. Nei. En ég var svona alveg pissed á það, því ég var bara, af því að Abby, ég held að Abby vissi að Dale og Mary væru bara geðveitt connected. En þegar hún greinlega vissi ekki, því svo var hún bara miður sín. En þarna var ég líka og ég sendi það á þig og Sabrina alltaf, ég var bara, fucking Abby, what the fuck? Og Sabrina var bara, nei. Hún á að gera það alltaf, hún er með connection líka. Ég var bara, nei, þau er ekki með connection, það er ekki both ways, skilur. Nei. Og svo það kom þátturinn og Abby er bara eitthvað elsku besta, bara eitthvað gráta. Nei, hún er bara að segja Dale eitthvað, já, ég vissi ekki að vera svona eitthvað með leikar, hann eitthvað, já, svo þú verður að vita. Eða bara svona, basically var ekkert eitthvað að láta hann líða betur með það. Hann var bara, já, við erum alveg með connection. Ég var bara, uff. Já, svo fór hún grátum til Mary og var bara fyrirgefðu. Já, þetta var ógeðslega leiðilegt. Og hún er búin að eiga frekar erfiðan tíma að inni. Já, mjög. Elsku. Hún var allt gott skilið. Já. Ok, eitt svona áður endum. Ég held að í þessari viku, þá eru greinilega 4 að fara heim. Það eru nýtt fólk að fara að koma inn. Og ég vona... Ég var að fara að segja nafnið. Já, ég vona líka. Og ég vona að við fáum challengeið headlines. Já. Að því að við erum alltaf verið í fyrri sísonum þar sem að þau giska inn í svona eyðurnar af fréttum hvernig það er. Fréttatillum sig. Og það komu, ég er ekki greinast, ég held 20 að 30 fréttir það að Jake var að hvetja strákana áfram ég að halda framhjá. I want to see that, I want to see him. Þannig að mun leip sjá það, já. Það verður eitthvað stöður hjá þeim. Já, ég vona það. Sorry, en hann er bara fucking snake. Já, hann er alveg að hvetja alla í þetta. Ég treysti ekki manninum. Ok, þangað til næst. Hlakka til að sjá ykkur, við elskum ykkur og... Love you guys. We love you. We had such a nice time chatting with you. Had a blast. Until next time, babes. Veistu hvað hefði maður að gera? Hvað? Tenda það með green screen og vera svona eins og værum inn í confession herbygginu. Ó nei, það var seint. Það væri svo geðveikt. Við verðum að gera næst. Já.
Oh my god, gerðu það næst. Fyrir loka þáttinn. Já, og getur líka verið í svona sund eða svona. Já, bikini. Já. Við erum bara alveg gett hamaðar.